Ég heiti Gunnar Nelson, ég er 26 ára gamall. Ég er fæddur á Akureyri, uppalinn í Reykjavík og æfi Mixed Martial Arts, eða MMA. Ég byrjaði að æfa karate þegar ég var svona 14 ára og kynntist strák þar í keppnisliðinu sem var búinn að æfa eitthvað aðeins MMA og glímu og svoleiðis og bað mig einhvern veginn að glíma eftir æfingu og rúllaði mér upp og eftir það langaði mig eiginlega bara að læra það sem hann kunni og síðan komst ég náttúrulega bara að því að þetta var svona það sem hentaði mér. Þetta var lifandi, þetta var svona alvöru, þetta var eitthvað sem virkaði og það átti bara hug minn allan það sem eftir var. Þegar ég var yngri ég hugsaði ekkert alltaf mikið markmið ef ég að segja alveg svo ég var eiginlega bara ég vissi svona hvað mér fannst gaman að gera og sirka að mér langaði til þess að verða mjög góður í einhverju sem ég var að gera og mér fannst alltaf langt best að vera með kannski eitthvað eitt til þess að einbeita mér að og verða bara hrikalega góður í því og það yrði bara svona partur af mér og ég hef alltaf haft áhuga á bardaíþróttum og það var svona eitthvað sem mér fannst bara hrikalega áhugavert og þannig að þegar ég byrjaði að æfa þá áttaði ég mig fljótt að því að þetta væri bara það sem ég langaði alltaf að gera og það sem ég langaði alltaf að verða bara virkilega góður í. Ég átti mig kannski ekkert margar fyrirmyndir sem ég man. Örugglega þegar ég var lítill þá var það örugglega bara pabbi og afi manni og síðan þegar ég fór að æfa MMA þá var svona alltaf uppáhaldsfætirinn minn var Fedor Emelianenko, rússi. Pappans er eini sem ég líkur honum. Spíkveitur ógslur. Það skiptir henni allt máli, mataræði, svefn, æfing, þetta er allt partur af æfingunum og maður verður einhvern veginn bara að finna svona svolítið það sem hentar sér og það er ekkert eitt mataræði sem er best í þessu eða sem er lykillinn eða neitt svoleiðis, þetta bara svona snýst kannski fyrst og fremst að borða nálægt náttúrunni. Borða ekki mikið af unnum matvælum og reyna að fá bara svona svolítið, hreina fæðu. Og síðan bara finnur út við fyrir því hvað virkar og hvað fer vel í því og hvað lætur líða vel á æfingum og gefur orku og svo framvegis. Ég borða mikið kjöt, fisk og grænmeti og ávexti og það er svona að fyrir eftir hvað er á döfunni hjá mér hvort maður sé að borða mikið ef þú ert til dæmis ef þú ert rétt að fara í vigtun fyrir bardaga þá þarf ég að skera niður kolvetnin og náttúrulega bara til þess að halda þyngdinni niðri. Svona í grunninn þá borða ég eiginlega bara allan mat en bara passa mig eiginlega á því að borða ekki mikið af unnum matvælum og svona sukki og ekki of mikinn hvítan sykur því það er ekki gott þegar maður æfir mikið sérstaklega ekki eftir æfingar að vera að hakka allt of mikið í sig eins og kvöldin og svona því það er miklu meiri líkur að þú fái bólgur og svoleiðis bæði í bara vöðva og í liðina. Það er fínt að fá sér eitthvað smottir í beint eftir æfinguna, banana eða eitthvað, það er alltaf lægi en ef maður er að hakka í sig mikið af nammi og svoleiðis rusli þá bólnar allur upp. Ég hef aldrei verið mikið fyrir fæðubótarefni og eiginlega aldrei notað þau. Það hefur bara verið þannig allan minn ferill. Kannski sumir sem að finnast þetta virka og öðrum ekki, ég hef bara borðað alltaf mat og ég hef svo sem alveg fengið mér protein juice einhvern tímann það er ekki það. En það er þó aðalega verið bara eftir æfingu út af því að hann er í boði þarna á barnum og er ógeðslega góður á bragðið Það er eina ástæðan fyrir ég myndi fá mér hann Ég hef alltaf verið með svona miklu fastari svona skammtímamarkmið bara sem dæmi ef að mig langar að læra eitthvað högg hrikalega vel og með einhverju fótavinnu eða eitthvað að læra á einhverjar aðstæður sem að
eru kannski bara hrikalega einfaldar, bara hann kýlir þarna 1-2 eða kemur inn svona og mér langar að læra að verjast því með einhverju mótbragði til dæmis. Þá æfi ég mig í því í nokkra daga þangað til ég fæ tilfinningu eða mánuði eða ári eða hvað sem það er Ekkert eitthvað bara því en það er svona alltaf til staðar í hnakkanum á manni að þú veist, manni finnst maður svona dettur í grúfið að æfa sig í einhverju ákveðnu atriði sem maður langar til þess að læra Síðan svona langtíma markmið eru í rauninni bara eitthvað sem maður svona dreymir á og til ekkert sem að ég er eitthvað að hugsa endalaust dagsdaglega, bara svona þú veist, þegar maður fer að sofa, þegar maður er að keyra eða gera eitthvað þá svona sér maður eitthvað fyrir sig og dreymir eitthvað og það gefur manni góða tilfinningu og gefur manni kannski innblástur og það er bara það sem það er fyrir mér Akkurat núna er ég búinn að vera að vinna svolítið mikið í því að setja saman ákveðna hluti sem tengjast á bara glímu og höggum og það eru svona ákveðin högg og fellur sem að svona geta unnið vel saman og þetta er ég búinn að vera að vinna með svona sem bæði árás og sem counterárás, það er að segja svona þegar hann er að koma inn og þetta er svona bara þetta snýst eiginlega bara mikið að vera bara svona svolítið flæðandi og bregðast við því sem að kemur og bregðast við því með einmitt ekki bara einfaldri árás heldur en svona svolítið fjölþættri árás Yfirleitt er þetta mér finnst eiginlega best að fara bara einu sinni í gymmið ég geri það svona oftast en stundum fer ég tvisvar en svona öllu jafna þá er ég að mæta kannski í gymmið og vera í svona 4, jafnvel 5 tíma þá mæti ég kannski bara 4-5 leytið og er framhæstir Stundum mæti ég líka í hádeginu og þá tek ég bara svona létta æfingu þannig séð og kannski 1-2 tímar í mestarlagi og bara svona eftir líðan og þá mæti ég aftur kvöldið Mér finnst alltaf hver einn og einasti bardagi vera svona ákveðin barrier ákveðin hindrun sem þú ert að komast yfir og náttúrulega seinasti bardagi var hrikalega erfiður og fyrsti bardagi sem ég tapa og lengsti bardagi minn líka 5 lótu bardagi þannig að hann var náttúrulega hrikalega erfiður og margt sem maður tók frá honum en mér finnst svona það eru hellingar mér finnst ekki gott að líta á þetta of mikið sem eitthvað að maður sé, það er hindrun og maður er að reyna að komast yfir hana endalaust heldur bara, það er í rauninni bara, það eru bara verkefni sem maður bara tekst á því og hefur gaman að því og þau eru miserfið og mislöng en þannig eru bara hlutir í lífinu þeir eru bara miserfiður og mislangir og maður bara heldur áfram og tekst á það hefur gaman að því og lærir á þessu öllu saman Ég hugsa eitt af bestu ráðunum sem ég hef fengið sem getur kannski líka hljómað eins og ekkert sérstaklega gott ráð en það passaði bara svo vel við fyrir mig á þeim tíma það var þegar þjálfarinn minn sagði við mig að ekki vera að reyna fullkomna allt svona rosalega mikið ekki vera að reyna að gera þetta svona ægilega fullkomið og það hafði í rauninni þau áhrif á mig að ég var kannski að reyna að gera eitthvað svona ægilega vel og ægilega fullkomið eins og bara kyrkingu eða eitthvað svoleiðis og það sem ég var að reyna að gera er að vera fyrirfram búin að ákveða hvernig hún átti að vera í mínu tilfelli þannig að hún átti að vera alveg svona og það væri fullkomið en það sem gerðist í rauninni í kjölfarið er að ég fór að leyfa mér bara svona að finna hvernig þetta átti að vera og fór bara svona að fara eftir tilfinninguna aðeins meira og þá fór þetta actually að verða miklu meirið að vera fullkomið Ég vaknaði einhvers staðar á milli 8 og 12 fyrir eftir hvaða dagur er og hvað er í gangi bara ég fer út og iðulega borða ekkert mikið á morgnana en svona ég fæ mér vatnsglas og gríp eitthvað með mér bara eitthvað svona einfalt banana þess vegna og fæ mér eitt kaffi fljótlega síðan borðaði ég nokkrum klukktímum eftir að ég vakna mér finnst yfirleitt það ég ætla að taka bara nokkur rólega svona fyrirpart dags við erum ekkert í einhverju allt of miklu aksjóni ekki nema ég sé að fara að hjóla eða eitthvað þá keyrir maður og
síðan fann maður að hjóla. Mér finnst alveg, það virðist vera að maður er að vera úti, þá getur maður alveg farið strax á staðinn, en mér finnst ekki það að fara beint inn og fara að æfa, svona yfirleitt. Ég et og síðan fer ég og bara, þú veist, vinna þeim verkefni sem hverju sundi, þú veist, núna ég búinn að vera að djöflast í húsinu mínu og ef ekki því þá það eitthvað, þú veist, kannski fundir hér, fundir þar eða eitthvað svoleiðis og síðan bara fer ég á æfingu klukkan svona 4. Ég að fara út til Mexíkó í fyrramálið og verð þar í mánuð að æfa og einn æfingafélagi minn keppir þar eftir mánuðinn og þá förum við til Vegas, verð þar í mánuð og keppi svo sjálfur í Vegas. Ég held að það sé samspil nokkra hluta sem að gera þig að einstaklega góðum íþróttamanni eða afreksmanni í hverju sem sko. Og það fyrst og fremst að þú hefur einlægan áhuga á því sem þú ert að gera. Og þér finnst það alveg bara virkilega spennandi, áhugavert og þó þú njótið þess ekki alltaf að gera það, þá nýtur þess náttúrulega mjög oft og nýtur þess að finna þegar þú ert að læra einhver ný brögð og svona fá tilfinningu fyrir þessu meira og meira og hlutirnir verða að hluta til áreynslu minni eða ef við erum að tala íþróttir en síðan verður þetta líka svona að kveikja svolítið í þér sko. Þetta verður að halda þér svolítið á lífi, halda þér á tánum, halda þér vakandi og þú veist, þetta verður að challengea þig á marga mismunandi vegu, þú veist, andlega, líkamlega, alls konar láta þér líða allavega veg og þú veist, komast yfir alls konar hluti og þetta svona bara heldur lífinu í þér sko. Og þú þarf síðan sjálfur að hafa metnað og hafa svolítið sýn hvað þú vilt gera og geta hort alveg svolítið fram á því sko, en líka sinnt því sem þú ert að sinna sko. Og verið svona, já, ákveðinn. Þú veist, þótt að það erfitt og þú sért ekkert alltaf eitthvað eiginlega ákveðinn á hverju stundum, þá ertu svolítið ákveðinn að þú ætli bara að halda áfram sko. Þú ert ekkert að fara að stoppa. Takk hérlega fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Hvert þitt svona motto? YOLO.